Hæ, nú ætti þetta að vera allt að smella, sýnist mér, og ég ætla bara að opna myndbandi líka í símanum svo ég geti fylgst með hvort það sé ekki allt í góðu og ef það þetta er einhver komment. Svo. Er ekki alveg örugglega hljóð á þessu? Jú, ok, þannig er þetta. Flott er. Glæsilegt, þá er allt orðið eins og það á að vera. Svona. Gleðilegt fullt tungl og aldeilis tungl er það nú, það er svokallað ofurtungl og það hefur með bara stöðu tunglsins á í hringnum sem það fer í kringum jörðina og núna er það í rauninni einna næst jörðinu og það getur verið svona cirka, svona ég vona að ég fari nú rétt með staðreyndir, en við getum mögulega tekið eftir að tunglið virki aðeins stærra og aðeins bjartara og það er einmitt af því að það er örlítið nær okkur en venjulega. Þetta er ekki sjáanlegur munur endilega hvar sem er í heiminum og ekkert víst að maður taki nokkuð eftir í. Mjög gaman þegar maður tekur eftir í og svo er ekkert víst að við tökum eftir þessu hérna í Íslandi af því að núna er náttúrulega bjart allan sólarhringinn. En ég er með 3 stokka og ætla að lesa upp úr þeim og ég er hér með Spirit of the Wheel, svo að sjálfsögðu er Monology og svo er ég með íslensku víkingakortin og ég ætla að leggja skjáin niður þannig að þið getið sé spilin og tengt ykkur og meðan ætla ég aðeins að tala tunglið núna og orkuna sem fylgir því, þannig að þá er það spilin og það er hér Spirit of the Wheel, svo er Monology og víkingakortin. Nú erum við með fulltungl í Steingate og það er svolítið skemmtilegt, sko Steingateinn er hún er svolítið heimakær fyrir að fyrsta en hún er svolítið má segja táknmynd stöðugleikans. Hún er rosalega, þetta er náttúrulega jarðarmerki, hún er mjög jarðbundin en það er þetta með stöðugleikan, öryggið og þetta veraldlega sem við höfum utan okkur og veitir okkur öryggi, það er að segja hús og heimili, vinnan okkar, fjármálin okkar og svona staðan okkar í samfélaginu og þetta eru hlutinu sem að Steingateinn vill svolítið hafa bara á hreinu og hafa mjög skýrt og hafa bara svona í öruggum sess og vill vita bara að það er allt í sínum kassa. Það er bara allt eins og á að vera. Mjög praktískt. Og þannig að það er þá ágætis tími núna til að kannski fara yfir, ok, er allt á sínum stað og er ég ánægt með hvar þetta er núna, er ég ánægt með vinnunum mína, heimilið mitt, fjárhaginn, myndi ég vilja breyta ykkur og færa eitthvað til, er ég búið að breyta ykkur síðan síðasta fullatungl og hvernig hafa þær breytingar gengið. Steingateinn vill alltaf vera svolítið með þróunina á hreinu, að það séu skýr markmið og að við séum alltaf að stefna að einhverju. Steingateinn sitja ekki aðgerðalausa lengi. Þar vilja hafa skýr markmið og skýra stefnu. Þannig að við kannski tékkum á því núna bara, ok, er ég að nálgast markmiðið mín? Er ég að taka skref fyrir skref og gera það sem þarf að gerast til þess að ég nái mínum áætlunum? En á sama tíma þá er mikilvægt fyrir okkur og fyrir allar Steingateinn líka að líta öxl og hrósa okkur fyrir það sem við erum búin að gera.
og vera sátt með það sem við erum búin að gera. Muna njóta líka í núinu, vera ekki alltaf með fókusum bara fram á við, einbeita alltaf á hvað við ætlum að verða, heldur muna að fagna því sem við erum, bara hér og nú. En svo er náttúrulega svolítið skemmtilegt líka við tunglið sem er núna, að sem sagt, samkvæmt gamla dagatalinu, það er að segja það sem var kallað bara Farmers Almanac, að svona svolítið líffræðilega, náttúrulega dagatalið okkar, að þá er þetta tungl það sem myndi vera kallað Buck Moon, og það er að segja tungl tarfsins og er verið að vísa í hreindýrstarf þar, af því að við erum núna á því tímabili ársins sem að sem sagt, vöxturum í hornum hreindýrstarfana er hvað mestur, af því að hreindýrin þau skipta sem sagt, ham á hornunum sínum á hverju ári, að það svona flysjast utan af þeim og hornin verða alltaf sko stærri og mikilfengnari með hverju skiptinu og þá er þetta svolítið áminning það að er það ekki það sem við viljum þegar við erum að gera upp árið eða gera upp eitthvað sem við erum búið með, að við tökum þetta gamla, skilum því af okkur að við viljum þá að sé þá eitthvað stærra og mikilfengnar og eitthvað sem búið að vaksa og rækta sig á meðan. Og það er hérna köttur allar að vera með greinilega í lestrunum núna, þið ásakið að það er kannski aðeins verið að læðast hérna yfir spilin, en eins og ég segi, það er tunglið núna, þetta Buck Moon, tungl tarfsins, er svolítið táknmynd hamskiptana sem að á sér er stað þegar við erum að vaksa, dafna og erum að flysja af okkur gamalt lag, að þá sé eitthvað stærra, meira, mikilfengnara, glæsilegra, fallegra, þroskaðara, hvað sem við kalla. Það kemur alltaf eitthvað gott í staðinn þegar við sleppum tökunum okkur gömlu. En við skulum fara í lesturinn og við ætlum að byrja á Spirit of the Wheel. Og fyrsta spilið er þá táknmynd þess hverju við þurfum að sleppa tökunum á og ná sáttum með. Og það komum við svo 2 spil. Við erum hérna með Grandmother Moon, ömmutunglið, sem stendur fyrir sjálfskoðun, innri takti og innri visku, innsæi. Svo erum við hérna með uppljómunina sem er tengingin okkar við andan, andleg þekking okkar og innra ljós. Þannig að hér er eitthvað innra með sem að þarf að sleppa tökunum á til þess að ná þessari uppljómun, finnst mér. Að til þess að vera í betri andlegri tengingu við bara okkar sjálf, að stundu þá þarf maður bara virkilega að leita inn á við. Okkur hætti til að sækja alltaf að sækja eitthvað þekkingu út á við. Það hlýtur alltaf að vera eitthvað annar með svörin. En stundum er bara ágætt að líta bara svolítið vel hressilega inn á við, að því við búum yfir ótrúlegri þekkingu sjálf. Og sérstaklega sko ef maður er alltaf að reka sig á einhverja vöntun, að vanta samþykki, upplifa einhvers konar takmörkun, að þá liggur rótin að því ævinlega einhvers staðar djúpt innra með okkur. Þannig að stundum þarf líka að sleppa tökunum á því að vera alltaf að reyna að leita að svörunum, leita að þekkingunni, leita að uppljómun annar staðar frá. Og sjaldnast gerist þetta þannig að þetta sé svona aha, uppljómun, eureka,
Oft er þetta bara þannig að allt innu upplifa maður eitthvað öryggi í þekkingunni sinni og sátti, þannig að maður bara með svona smá sama með tímanum þá einhvern veginn sest maður betur í sjálfið og þetta er ekki alltaf þetta aha moment sem að rosa margir eru ofta eldast við. Stundum færist þekkingin bara nær og nær manni hægt og rólega. En þá skulum við athuga hvað er tunglið að lýsa upp, hverju þurfa að beina athyglinni að. Þarna koma. Það er hér langrir vetrar, það er ígrundun, skilaboð og ásetningur. Þannig að það sem við verðum að beina athyglinni er að já, vissulega, íhuga og ígrunda, hugsa svolítið málin. Það er oft sem að þegar við erum að leita að einhverju svörum og þá erum við stundum að flýta okkur svolítið. Það er ágætt aðeins að staldra við og bara hugsa málin og virkilega fylgjast með í kringum okkur. Bara það er oft sem að það er verið að koma einhverjum skilaboðum að manni, gefa manni einhverju hugmyndir, en við erum svo að flýta okkur að uppljómast og við erum að flýta okkur svo mikið að læra eitthvað nýtt og vaksa og dafna sem manneskjur að við gleymum að taka eftir skilaboðunum sem eru allstaðar kringum okkur. Að stundu þurfum við bara aðeins að hægja á, setjast niður og finna hvað er verið að segja okkur, hvort sem það er innan frá okkur, hvort þetta sé skilaboð eitthvað staðar annars staðar frá eða bara frá náttúrunni. Bara hvað er að gerast í kringum okkur, náttúran og samfélagið, hvað er að gerast í kringum okkur, hvað er þetta sem við erum alltaf að heyra aftur og aftur, hvað er, kannski eitthvað svona sem stingur og stúf. Fylgjumst með og það er oft betra að bara fara hægar og vera meira vakandi, vera með meiri fókus á færri hlutum heldur að vera að drífa sig svo mikið, að flýta sig svo mikið að í einhverja allsherjar uppljómun að maður tekur ekki eftir hvað er að gerast á leiðinni. Þetta er spurningin líka ferðalagið, njóta ferðarinnar. Það væri ekkert spennandi við þetta ef við myndum bara vakna í daginn hérna alveg gjörsamlega uppljómuð með gífurlega andlega visku og þekkingu og við hefðum ekki ferðalagið sem það tók til að komast þangað. Og það er það sem við lærum mest á og það er það sem við ættum líka að vera að njóta. Þannig að hægjum á, njótum ferðalagsins, tökum eftir hvað er að gerast í kringum okkur og leyfum okkur að meðtaka það. Og þá er það framhaldið. Hvað er framundan fyrir þá sem að leyfa sér að hægja þess á? Þá kemur hérna Stone of Self og það er táknmynd innri styrks, sanna sjálfið og potential, það er að segja möguleikar. Þannig með því að hægja þess á og taka kannski bara minna inn í einu og taka það virkilega inn, ígrunda inn á við, hugleiða inn á við, að með því að hafa meiri ásetning í því sem við gerum, að hafa skilvirkan ásetning, vera pínu stengitur í þessu, að vera með skýr markmiðum hvað við ætlum að gera og njóta ferðalagsins og meðan, skref fyrir skref, að þá er hérna mikil aukning á innri styrk,
sterkara sjálf og við færumst nær sannara sjálfun okkar, þá opna svo miklu möguleikar fyrir okkur. Þannig að prófum að hægja aðeins á. Við erum ekki að drífa okkur svona rosalega til að uppljómast hérna alveg eins og sólin sjálf, og bara njótum ferðalagsins sem þú tekur og höfum það skýrt hvað ætlum að gera hverju sinni, og bara oft fara einu virkilega að taka inn og meðtaka það sem að gerast í kringum okkur og það sem við erum að gera. Eins og það er gaman að eiga þessi ævintýri, þá þurfum við líka muna eftir að njóta þeirra. Ok, og þetta voru Spirit of the Wheel, og þá er komið að monologi. Og fyrst að spila þar aftur, hvað er það sem að við þurfum að sleppa tökunum og ná sáttum með. Svona. Þá kemur hérna fullt tungl í nauti. Draumarðinnar þurfa praktískar áætlanir. Þarna kemur sér vel að hafa stengjutina með, sko. Af því að, já, það er alveg hægt að dreyma. Við erum með fullt af frábærum stórflugum hugmyndum og óbóðslega gaman, og við erum með frjóan hugað. En hér virðist eitthvað lítið gerast, af því að það er ekki sett þessa drauma og hugmyndir í raunhæfa mynd eða í geranlegar áætlanir. Að hér er svolítið eins og það sé búið að vera með svaka hugmynd og eitthvað sem mann langar rosalega til að framkvæma, en svo verður það einhvern veginn alltaf svona eins og hálfblásin blaðra, og það er af því að það vantar praktíkina. Bara, ég vildi óska að við gætum gert allt á ástríðunni og gert allt í bara sköpunar hugafæranu, verið allir bara rosa kreatív og flæðandi og allt þetta, sko. Ég vildi óska þess, ég myndi trífast mjög vel þannig, en þurfum líka að hafa praktíkina með. Og ef við erum sjálf bara ekki þannig gerð að við getum unnið þetta hnitmiðað í svona svolítið afmörkuðum skemum, þá kannski þurfum við bara að fá okkur annan með okkur sem er meira á þeirri braut. En til þess að draumar þínar og markmiðin þín verða ekki bara að einhverju púðri, þá þarf að setja hérna einhverja praktíkinu málin. Og þá er það sem að tunglið vil lýsa upp og beina athygli á, og það komið 2 spil og kemur nýtt tungl í Vog sem vil meina að það sé ný rómantísk hringrás að byrja. Nú, það getur náttúrulega bæði bókstaflega meint það, varandi rómantísk sambönd eða rómantískt eðli, að sé eitthvað nýtt að byrja. En það getur líka verið í sköpun, í ævintýrum. Að sé þá eitthvað svona tilfinningarík, falleg, kannski vel skreytt hringrás að byrja. Það er ekki þar með sagt að það sé allt í einu bara eitthvað nýri einstaklingur að fara að birtast inn í líf þitt. Fyrir suma, mögulega já. En rómantík er ekki bara ástarsambönd. Ef við skoðum bara rómantísku stefnuna í listum og bókmenntum, hvað er rómantík? Það er alls konar, þannig að þetta getur verið líka, eins og ég segi, eitthvað konar nýtt ævintýri eða kaflaskil sem eru þá svolítið á þessum rómantískari hugljúfum nótum. Og ég meina, það getur nú ekki boðað annað en bara ofboðslega gott. Og sérstaklega þar sem kemur með þessu líka nýtt tungl í Krabba sem segir að þú og þínir elskuðu eru örugg. Þannig að í þessu kaflaskilum sem eru hér, að það er nýtt upphaf í einhvers konar hringrás,
þú þarft ekki að örvænta, þér er alveg óhætt og þínu nánustir þau eru örugg, þannig að þetta er alveg í öruggum aðstæðum. Þú þarft ekki að fara allt í einu að panika yfir því, já en hvað ef og hvað ef börnin mín eða hvað ef mamma mín eða hvað ef. Þetta er allt í lagi, þú ert í öruggum umhverfi, þér er óhætt að fara hérna í eitthvað svona pínu rómantískt ævintýri eða rómantískt upphaf. Nú hvað er það framundan? Ef við svona aðeins skoða hérna að já, fyrst að það er einmitt eitthvað nýr hringrás að byrja hérna sem er tilfinningaleg og er rómantísk eðlis, að það var einmitt mjög gott að kannski hafa einhvern praktískan á kantinum svona til þess að þér líður nú pottþétt öruggur. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að þetta fara eitthvað svona til hliðina, en fínt að hafa praktíkana með. Og þá skulum við skoða hvað er framundan. Já, einmitt. Það er þá nýtt tungl í fiski, eða fiskum, sem segir hugleiddu og ígrundaðu. Og fyrst að það er þá að koma hérna upp ný hringrás, nýjir valmöguleikar, ný tilboð og einhver kaflaskil, nýtt ævintýri í boði, að þá er rosa ágætt að finna út úr því og íhuga það hvernig ætlar að framkvæma þetta. Fyrst að þetta er eitthvað sem virkilega langar til að gera, þetta er eitthvað sem er í boði, hvernig ætlar að gera þetta þannig að þetta sé praktískt og þú upplifir örugt í aðstæðunum. Þannig að, og ef þú ert ekki þannig manneskja að þú getur hreinlega sett hnitmiðað frá þér hvernig hlutinir ganga upp, fáðu þá hjálp við það. Hvort sem það er varðandi skipulag eða fjármáli eða hvað nú. En plana þetta nú svolítið þannig að þú getur upplifað örugt í kaflaskilum og upphafið af þessu nýja ævintýri. Svona, þetta voru monologi og þá er komið að víkingaspilunum. Og þá er fyrsta spilið aftur hverju við þurfum að sleppa tökunum á, ná sáttum með. Við erum með gufubaðið, það er hreinsunin. Við höfum öll gott af því að hreinsa okkur og þá er líka að hreinsa okkur af gamla sjálfinu, gamla lífin okkar, gammalli hegðun jafnvel. Þurfum oft virkilega á því að hreinsa okkur, en hins vegar þá getum við líka alveg fest okkur í því að það sé eiginlega það eina sem við gerum. Við erum svo upptekin af því að heila okkur sjálf, þú veist, það er rosalega gott að heila okkur sjálf, en þegar þetta er á spurningum að vera stöðugt að hreinsa sig og jafnvel en maður er kannski að skoða eitthvað eigin munstur og svona, að þegar maður er alltaf að sálgreina sjálfa sig, þú veist, maður er alltaf að reyna að finna upprunnan að því hver maður er, af hverju, hvernig þetta var í barnæsku og af hverju ég er svona hins vegar í dag, að það er auðvelt að gleyma sér í þessu, auðvelt að festa sig að hana. Þegar maður er alltaf að kafa aftur í eigið eðli til þess að útskýra hver maður er og af hverju maður haga sér svona eða af hverju þetta gerast og hitt gerist, það er rosalega auðvelt að gleyma sér í því. Og stundum þurfum við líka bara, þegar við búin að gera eitthvað dæmi upp, að vera búin með það bara. Þá er það bara búið og gert og við breytum ekki fortíðinni, að ef við hreinsum okkur af því að þá sé það bara farið og að við erum ekki að grafa það upp aftur. Og eins líka bara til þess að við getum þá haldið áfram, þú veist, notiði núinu, skapa okkur nýja framtíð, að við séum ekki eingöngu að reyna að afgera það sem við vorum og afgera einhverja
mótun sem við urðum fyrir í gamla daga. Af því við erum svo miklu meira en fortíðin okkar og okkur ætla svo miklu meira en að afgera mótunina sem við urðum fyrir sem börn eða ungar manneskjur. Þannig að við skulum líka njóta þess að vera bara við sjálf, bara fullkomlega og ófullkomin á allt, með alls konar mannlega bresti og breskleika og undarlega hegðun og alls konar sem fylgir því. Þurfum ekki alltaf að reyna að leiðrétta okkur og breyta því hver við erum. Og þá er það sem að tunglið er að lýsa upp, vill beina athyglinni að. Við erum hérna með víkingaskipið sem stendur fyrir landkönnun, sem er einnig fyrir þá ævintýri, hvort sem það er bókstaflega að fara á flakk heiminn eða landið eða hvað nú. Það er hérna hreyfing og flutningur. Þannig að hvort sem við erum að fara á eitthvað svona flakk eða hvort þetta sé bara andlegt ferðalag, lærdómur, andleg og lærdómsrík æventýri sem við gerum í huganum eða innan í sálinni, bara heima frá okkur, að þá er hér verið að benda okkur á það er svo ofboðslega margt í boði. Við erum ekki tré, við getum fært okkur til, við getum bætt á okkur blómum. Og þá er einmitt líka kannski verið að segja, þú þarft ekki svona mikið að vera alltaf að reyna að leiðrétta fortíðina. Það er svo margt í boði í dag. Þú þarft ekki að vera endalaust að hreinsa af þér eitthvað svona alls konar þegar þú getur endalaust við í blómum bætt og alltaf bara bætt gulli í kistuna, Þannig að kannski komið tími til að frekar að bæta við heldur en alltaf að hreinsa í burtu. Við verðum ósköp þunn í okkur ef við erum bara að hreinsa. Bætum við okkur líka einhverjum æventýrum og ástríðum og lærdómi og bara því sem er skemmtilegt og gaman. Og þá hvað er framundan? Kemur rúnin sem er leyndardómurinn. Og í rauninni þetta óséða, þetta sem við vitum ekki, sem kemur fyrir það að þessi framtíð er fullkomlega óráðin. Það er allt í boði. Þú getur farið í hvaða ævintýr sem er. Og það er algjörlega ómótað. Þú ræður bara hvað viltu, hvað er í boði. Og þú þarft ekki að vita fyrirfram alltaf. Og þetta er svona pínu, finnst mér, áminning að bara heilt yfir að slepptu aðeins tökunum á fortíðinni og hætt að pæla svona mikið í því að móta þig eftir því sem að þú hefur gengið í gegnum lífið hingað til. Þú þarft ekki að vera stöðugt að hreinsa þig af því það er svo margt annað í boði og það er líka í boði fyrir þig að gera eitthvað nýtt, bæta við þig nýju og það verður bara að ráðast eftir hverjum og einum hvað það er. Þú þarft ekki að vita það framöndan, þú átt ekki að vita það framöndan núna allavega, en bara farðu nú að sigla fram á við það svona megin skilabúin að já, þetta er eitthvað sem við eigum ekkert alltaf að vita. En þetta voru víkingakortin. Þá ætlum ég að reisa skjáin upp aftur. Svona, hæ. Ok. Já, enn aftur bara dásalegt að eiga þessa stund. Þetta var mjög gaman. Ég er búin að missa út núna 2 skipti bæði út af þvælingi og annars konar og svona, en ég ætla að reyna að viðhalda þessu sem alltaf föstum lið bara núna hérna af.
og eins líka einhverjir voru búin að sjá það en ég setti sem þetta á síðunum mína nýlega ég aftur frá að taka við bókunum bæði í vídeolagnir og einkafundi og alltaf spurningarnar og aldrei vita nema ég ná að bæta við líka aftur sem sagt vídeofundi sem einkafundi þannig að endilega kíkið á það og svo langar mig líka til að segja frá því að ég ætla að reyna að halda tarotnámskeið núna í ágúst bara í gegnum Zoom og þið getið séð meira það inn á Facebook síðunni þannig að endilega kíkja á það annars segi ég bara takk kærlega fyrir mig og ég vona bara að skilaboðin komist sönnurétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni bara hjartans þakkir, takk fyrir áheyrnina og takk fyrir mig við sjáumst þá aftur á nýju tungli eftir cirka 2 vikur